Ef ég skildi þetta rétt, þá í gangi siglingaleið sem þessar Norðurland og svo yfir Grænland og svo eitthvað norður Íshafi og eitthvað hringur þar. Mín spurning svo, og ég fór bara að hugsa þegar það var að tala, af hverju eru Íslendingar ekkert í því að bjóða þetta? Af hverju eru Íslendingar ekki eigendur skipa sem að sigla það? Er þetta eitthvað sem eigum eftir að fara í? Af hverju eru bara þjónusta einhver aðra sem að gera þetta? Af hverju eru ekki að gera þetta sjálfur? Svo langar mig til að skjóta því að oddvitanum í Mývatnssveit, hvort að hann sæi þetta eitthvað breytast, þessi þjónusta á skemmtiferðaskipum á Akureyri, hún eitthvað öðruvísi eða breytist hún kannski ekki neitt með tilkomu Vaðlaheiðarganga? Þið megið bara svara, gjörðu svo vel. Þakka fyrir þetta, Jón Þorvaldur. Bjóða siglingar á norðurslóð. Fyrsta birtingarmynd þessa nú fyrirtæki sem að gera hringferðir Ísland. Sem byrjaði 2014 og svo aftur 2015. Og það getur vel verið að það verði bara meira og vindi bara upp á sig og það aðkoma Íslendinga þar að, ef ég man rétt. Iceland Pro Cruises, akkurat, já. Með Ocean Diamond, þannig að það var það á hreinu. Það voru hringferðirnar, þannig að það má alveg byggja undir það og það einmitt einn af punktunum með þessari mynd sem ég teiknaði upp gagnvart gáttunum, þar sem við erum með þetta gríðarlega öfluga leiðakerfi og það einmitt hringferðirnar byggja á inn og út farþegum sem fljúga inn og út úr Keflavíkur og lagt yfir Hafnarfirði. Við hefum alveg að geta sett fleiri möguleika einmitt á þjónustu á norðurslóðir, opna þessa leið alveg út. En þá leið, þá mikilvægt að hafa í huga, bara nefna það fyrst ég með þér, að nefna það bara rétt, að það þá ekki sama hvernig það gert, og það eru samtök ferðaþjónustu skipafélaga á norðurslóðum, þessi AEC, International Arctic Expedition Cruise Operators, sem að hafa mjög stífar reglur þeir sem að sjálf gangast undir að vera aðilar af þeim samtökum þurfa að hlýða. Og við getum alveg leitað þangað líka. Við ættum allavega ekkert að vera að horfa mikið á félög sem eru ekki í þeim samtökum með einhverju sambandi. Já, varðandi breytingar með Vaðlaheiðargöngu, ég auðvitað vonast til þess að þá hafi fólki bara meiri tíma til að dvelja í sveitinni. En það læðist eins og ramsið okkur sá grunnur að ferðin verði einfaldlega stytt. Það styttra að keyra þangað. Já, góðan daginn. Ólöf heit ég og rek Vogafjós í Mývatnssveit. Og mér langar að taka boltan frá Davíð S-in 3 vegna þess að mér fannst vanta þar eitt S til viðbótar allavega sem stefnumótun í ferðaþjónustu í heild á Íslandi. Og ég verð alveg að viðurkenna það að þó að ég reki ferðaþjónustu og lifi af því með minni fjölskyldu, þá hef ég vissar áhyggjur af því að þessum aukna fjölda á stuttum tíma, en við höfum svolítið gleymt að byggja upp og við höfum ekki fjármagn til að byggja upp innviði staða eins og til dæmis Mývatnssveit. Mývatnssveit þar sem koma í kringum 400.000 ferðamenn á ári, við erum 400 íbúar, cirka, og sveitarfélagið að velta tæpum 400 milljónum á ári. Nú á dögunum vorum við að loka sundlauginni vegna þess að við höfum ekki efni á því að reka sundlaug. Síðastliðið sumar þá hagaði því þannig til að það eru almenningssalerni, hvort sem okkur líkar betur að vera að tala klósett, þá þurfum við alla að nota þau. Það eru almenningssalerni við Leirhnjúk upp á plani. Það var ekki fjármagn til að reka þessi almenningssalerni og ferðaþjónustu aðilar í sveitinni tóku upp ungmennafélagsandann og þrifuðu sjálf á kvöldin eftir að vinnu lauk. Þetta ekki framtíð ferðaþjónustu í mínum hug. Og ég vil bara ég get vel skilið það að það sé kappkostað að fá sem flest skip í hafnir, þar sem að hafnirnar fá miklar tekjur. En hvaða tekjur eru sveitarfélög, og það kom fram í erindi Anitu að flestir farþegar eru að heimsækja Mývatnssveit. En sem sveitarfélag og sem íbúi sveitarfélagsins Mývatnssveitar eða Skútustaðahrepps, þá hef ég áhyggjur af því. Við höfum afskaplega litlar tekjur af þessum ferðamönnum því að það virðist vera alveg blátt bann að láta þá sem að njóta borga. Og ég spyr bara hvaða hugmyndir höfum við
að fá frekara fjármagn til verkefnana. Takk. Gjörðu svo vel. Já. Vildi vera allir að svara núna? Ég get alveg byrjað, það alltaf leið. Þetta náttúrulega alveg hárrétt sem Ólöf segir að og eins og ég kom inn á áðan að í kassa sveitafélagsins þá sjáum við enga mun á því hvort að skipin eru komið ekki. Það bara staðreyndir sko. Það kannski einhverjir 2-3 auka sem vinna í sveitinni en þeir eru örugglega að borga útsvarið eitthvað annað. Já, þannig staðan. Varandi stefnumótun þá ágætt að koma þetta að Skútustaðahreppur að vinna stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir sveitafélagið og þar erum við að rembast við að leita svona leiðum til að koma einhverju stefnu sýn þar sem að svæðin njóta meira og menn þurfi ekki endilega að keyra sko á barminn á gígnum til að sjá hann, heldur aðeins burtu og jafnframt að horfa í það hvað viljum við sjá mikla uppbyggingu í sveitinni því að ef við byggjum of mikið þá erum við bara búin að eyðileggja náttúruna okkar og það það sem við erum að sýna þessu fólki. Þannig að ábendingarnir sem Ólöf var að koma með, það eru bara fínar inn í umræðuna og mér finnst að það eiga að berast sem fyrst inn í stjórnstöðun okkar sem að búið að skipa. Já, svo það nú kannski ekki glæsileg framist að svara svona, ég bara hjartanlega sammála. Við þurfum að sjálfsögða að vinna stefnumótun. Eins og ég talaði og vitnaði í skýrsluna frá rannsóknastöð ferðamála, þá verður að vinna svona stefnumótun og eins og lagt til í rauninni að vinna stefnumótun móttöku skemmtiferðaskipa. Hvað deilingu fjármuna varðar, þá ég líka hjartanlega sammála því að við þurfum að skipta rétt og sem sundlaugarnotandi í Mývatnssveit þá finnst mér mjög æskilegt að einhvern veginn sé horft til þess að jafna hlut lítilla sveitafélaga, en það nú sannlega, hér ég að tala frekar sem íbúi heldur en starfsmaður Umhverfisstofnunar. Ég held að þetta sé kannski mjög stór spurning til að svara hér, en með þessi svæði, náttúrusvæði, þar sem náttúrulega ekki aðgangseyrir, þá komum við náttúrulega bara inn á þetta stóra mál sem á að vera náttúrugjald, náttúrupassi eða hvað sem við viljum kalla það og ég held að við getum í rauninni ekki skorið úr það hér en það alveg ljóst að það þörf á því að þessi staður fái fjármagn til uppbyggingar og til þess að geta tekið á móti gestum með sóma. En eins og sagðir sko hafnirnar fá tekjur en það höfnunum heldur í rauninni engin akkur í því að taka á móti skipum ef farþegarnir eru óánægðir því að þar með tapar höfnin viðskiptum því að við getum alveg sagt að þeir gefa enga sénsa þessir aðilar sem að stjórna þessum útgjörðum. Þeir hafa ákveðnar væntingar og vilja að þessi staðið undir þeim. Við höfum upplifað það á Siglufirði til dæmis að það var ekki staðið að móttöku ákveðins skips eins og væntingar voru gerðar tilum og þessu skipafélagi höfum við aldrei heyrt frá aftur og þeir bara vingu okkur bless og þökkuðu kærlega fyrir okkur með þeim skilabóðum að þeir kæmu aldrei aftur. Þannig að sko það á höfnunum að vera mjög mikið keppikefli að ferðaþjónustan sé í stakk búin til þess að taka á móti öllum þessum farþegum og þjónusta þá vel. Þannig að ég sé þetta sem stórt samstarfsverkefni allra aðila sem koma að móttöku skipana. Já, sko, þetta var stóra spurningar og ég með 5 punkta allavega sem þær varðar. Sko, stefnumótunin sem þú kallar eftir, Ólöf, takk fyrir það, einmitt það sem við kallum þetta stýringaráætlun og það eru til mörg dæmi slíka tegundir stýringaráætluna, hvernig við getum beint flæði fólks og stýrt flæði fólks og þetta þarf bara einfaldlega að skipuleggja. Þetta ekkert flókið raunverkefni. Þetta gert í nánast öllum þjóðgörðum í Bandaríkjunum. Þar sem að menn passa upp á það sé ekki fólk að ryðjast út fyrir stíga vegna þess að þá stýrt álaginu og aðgenginu inn í þjóðgarðana með til dæmis tímasetningu skutluferðana og svo framvegis. Yngvi nefndi Dimmuborgir, hvernig var þetta að stýra því að massin kæmi á einum stað og aðrir á öðrum stað. Þetta gert í Bláa lóninu. Það ertu með medical hlutan á einum stað sem við verðum aldrei vör við sem venjulega gestir í Bláa lóninu. Honum haldið til hliðar. Við hittum aldrei sjúklingana í lóninu, ekki satt. Þetta ekkert mál. Stýringi gegnum umferð
það sem við eigum fjölmörg dæmi og erlendir ráðgjafar hafa komið hingað til lands og meðal annars rætt við stjórnstöðina það, hvernig hægt er að koma því við. Þetta er hæguleikur og það er þessi stýringaráætlun. Bara svo að sé á hreinu, vöxturinn mun halda áfram. Skipum mun fjölga, ferðamönnum mun fjölga til Íslands eins og ég vona að ég hafi gert alveg kristaltært í mínu erindi. Þannig að ef við ætlum að grípa í þetta, og það lá fyrir frá 2010, það er búið að liggja fyrir núna í 5 eða 6 ár. Þannig að það er núna eða ekki. Þannig að þetta var 2023, það skiptir máli gagnvart þjónustunni þessi minni félög og stærri félögin. Stærri félögin byggja á rosalega föstum rútum langt fram í tíman og þau vinga okkur ekkert bless þó eitthvað smáatriði klikki í þjónustunni. Það eru minni skipin í minni höfnum sem eru erfiðari og svona, rokgjarnari viðfangs ef við notum efnafræði orðalag hérna. Hverjir hafa tekjur? Glæran virðist hafa Teams hjá mér. Ég fór yfir tekjurnar sem þeir sem þjónusta hafa tekjur. Það eru þeir sem þjónusta farþegana beint, þeir hafa tekjur. Þeir sem þjónusta skipin beint hafa tekjur. Hafnum þá meðal annars. Aðrir í raun hafa ekki tekjur nema þeir ekki minningarfjöðslu. Það er bara þannig. Það liggur fyrir úr okkar greiningum á rekstrartölum fyrirtæki hér í bæ. Það er bara ekki nokkur einasta fylgni með þeim og skipatölum. Eins og eru stórgóð fylgni milli minningarfjöðsluna eins og Ingur kom inn á. Hvernig getum við, þá komum að stóru spurningunni, síðasta. Hvernig getum við elt hlutdeild sveitarfélaga í tekjum skemmtiferðaskipanna? Það byggir allt á þjónustunni. Fyrir veitta þjónustu skal greina og það er ekkert mál heldur. Ég hef starfað sem leiðsögumaður í ansi mörg ár og þegar í gamla daga þegar við vorum leiðsögumenn þá voru alltaf með svona stórt þykkt voucherahefti. Ávísanir sem við alveg deildum út þessu selgæti á alla menn sem að veita okkur nokkra þjónustu. Ég sé ekki af hverju væri ekki hægt að selja voucher eða útbúa voucher á klósettþjónustu eða voucher á aðra þjónustu til sveitarfélaga sem einfallega er afhent við komu, er 5 kall á haus, 10 kall á haus, 50 kall á haus, 100 kall á haus, bara fyrir einfallega tölurnar á hausana í höfnum. Við vitum nákvæmlega sömu klósettmál hér á Akureyri. Akureyrarkirkja er að springa undan álagi af skemmtiferðaskipafarþegum sem reyna að komast á klósett. Ef að þeir fengju 50 kall á haus á hverju sem kemur í höfninu á Akureyri, þá getur þeir haft bara sumarstarfsmenn í klósett, þeir getur byggt klósett og haft sumarstarfsmenn helst 2 við bara sinna þeim. Það væri bara helviti gott. Fyrir veita þjónustu skal greiða og það er þannig í raun sem ég sé fyrir mér að öll aðgengi sé líka stýrt. Með öðrum orðum að í staði fyrir að við setjum upp rukkunarhlið við leirhnjúk fyrir þjónustu sem mun hugsanlega verða einhvern tímann seinna, að þá auðvitað byggjum við þá þjónustu og seljum hana til þjónustuaðila skipan og segjum hér ætla ég að bjóða þér upp á klósett, þrif, ég veit ekki hvað fleira og svo byggjur upp til fyrirtæki. Ég veit ekki hvað margir myndi vilja koma í veitingastað sem ég myndi opna og segja, heyrðu, borgaðu mér fyrir matinn núna, þú farið þegar ég er búin að byggja veitingastaðinn og framleiða matinn eftir 5 ár. Það virkar ekki þannig. Þannig að nota menn eigið fé, hlutafé eða ég veit ekki hvað til að byggja upp þjónustuna rukka menn svo fyrir. Og við eigum bara ekki að vera feimin að rukka fyrir þjónustu. Takk. Það var Miriam, gjörðu svo vel. Já, takk. Langar svona pínu að svara með mín skoðun þín spurninga og ætla svona að undirstrika undir það sem Edvard sagði að það vantar skipulagning. Mér finnst það er hægt að takmarka fjöldan og ég held það er bara komin tíma til þess við erum ekki eins og í dag getum við ekki þessi fjöldan sem kemur þjóna nógu vel og við verðum að sjá til þess að við höfum meira gæða og svo getum við hugsa að halda áfram að fjölda og ég held þetta ekkert mál að koma í fréttum í dag að lítið þorp á Ítalíu var að takmarka fjöldan og ég hugsaði, já, þetta gengur þarna, þetta gengur þetta ekki hjá okkur. En það er hægt, við þurfum bara að skipuleggja og svo er líka spurning, ef við berum fram tölu sem eru óbúslega flott og gefa hugmynd það hvað við fáum með skemmtiferðaskipum mikið að tekjum, þá vil ég samt sjá á sam tíma á sama blað hvað það kostar okkur. Mér finnst flott að við fáum svo mikið eins og var það ekki 2 milljarðar tekju með skemmtiferðaskiptum en eru ekki kostnaðar líka á móti þannig að við þurfum að bera þeim fram og segja hvað kostar okkur að fjarlægja rust, hvað kostar þetta klósettmál og svona. Við erum líka að sjá þessi tölu akkurat á saman tíma og þá vil ég undirstrika það sem Davíð sagði, okkur vantar svo mikið samstarf og okkur vantar þetta er náttúrulega flott að við hittumst hér og getum spjallað það en þetta er eitt sem þarf að komast fram í skipulagning og af aðila sem eru
að búa til lög það. Ef við erum að búa til könnuna og sínum fram tölu, þá verða að vera þetta skilt að það bara á samtíma sýnt hvað það kostar okkur. Því að annars þetta ekki sanngjarnt og við höfum ekki réttu sýn af öllum að heildarmyndinni. Og ég held við verðum að bæta okkur rosalega við það. Viljið bregðast við þessum bara? Þá fáum við Þóri. Það síðasta spurningin fyrir hádegismat. Já, ágætu fundarmenn. Sem ábyrgur ferðaþjónustuaðili þá tek ég vel undir þessar áhyggjur af sveitarfélögin hafa mjög takmarkaða tekjur af ferðaþjónustu. Það nú einu sinni þannig að stærsti hagaðilinn í ferðaþjónustunni ríkið sjálft. Og það eitt af verkefnum stjórnstöðvar að skoða meðal annars tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga til þess að reyna að finna sanngjarnari grundvöll. Ég einn af stjórnarmönnunum í stjórnstöð og sit þar við borðið. Ég reyndar í varaformaður samtaka ferðaþjónustunnar líka og svo ég reyndar í fleiri nefndum á ráðum. Eitt af því sem við þurfum að byrja á til dæmis tillaga sem var samþykkt í Reykjavíkurborg og komin inn á stjórnstöð að gera svokallaða kostnaðar- og ábatagreiningu fyrir sveitarfélög. Og við þurfum að gera þetta á fleiri sveitarfélögum á landsbyggðinni, það að segja hver kostnaður sveitarfélagsins af ferðamönnum og hver ábati. Ég flutti þessa tillögu sjálfur inn í menningar- og ferðamálaráði í Reykjavíkurborg og hún var samþykkt samhljóða út úr ráðinu og inn í borgarráð og borgarráð kom svo með þetta inn í stjórnstöð og væntanlega munum við taka fleiri svona sveitarfélög. Staðreyndin sú, það svolítið misskilningur í gangi með ferðamenn. Menn svolítið að horfa á launatekjur, tekjur fyrirtækja en það eitt sem gleymist. Það eru tekjurnar af ferðamönnunum sjálfum. Ferðamenn ekki þorskur fyrir landi sem gefur af sér eingöngu launatekjur. Ferðamenn gefa af sér skatti. Og mér sýnir svona lauslega regnað að skatttekjur ríkisins af ferðamönnum síðasta ári séu sannlega í kringum 60 milljarðar. Þá ég að tala fyrir utan launaskatta og fyrirtækjaskatta og svo framvegis. Þetta eru mikil peningar, þetta aðalega virðisaukaskattur, vörugjöld, bensíngjöld og svo framvegis sem að renna beint í ríkissjóð. Þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli að deila þessum tekjum rétt og sanngjarnt út og ég hef trú á því ef við náum athygli alþingismanna sem því miður sumir hverjir hafa verið að tala niður ferðaþjónustuna og rætt eins og ferðaþjónustan sé einhver niðurgreidd atvinnustarfsemi á Íslandi, ríkið sé að setja 500 milljónir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og ég veit ekki hvað, meðan að ríkið að moka inn pening. Við þurfum að efla okkar samstöðu og við þurfum að ná athygli þessara þingmanna og leiðrétta þessi mistök. Ég ljái engum venjulegum Íslending að halda fram þessi misskilning en ég fordæmi það þegar þingmenn halda þessu fram. Að þeir skuli ekki setja sig betur inn í þetta. Að lokum vil ég líka nefna það, ég sitt nú líka í stjórn Cruise Iceland, að Cruise Iceland með starfshóp í gangi sem á að búa til reglur komu svokallaða expeditionsskipa víðsvegar land og það þarf að setja reglur og það að frumkvæði samtakana sem að þessar reglur verða setta. Takk fyrir mig. Gjörðu svo vel. Má kannski bara bæta við örstutt varðandi starf Cruise Iceland. Þá sömuleiðis þar vilji til að stýra fjölda og komum skipa. Það í rauninni vilji hafnanna að miðla sín á milli ef það útlit fyrir 2-3 skipa í einum stað samdægurs að þeim sé þá beint annað og hringnum sé einhverju leyti þá breytt í einhverjum tilfellum. Þannig að samtökin líka setja sér það markmið að reyna að stýra fjöldanum á hverjum stað eins og mögulega hægt Mér langar aðeins til að koma inn á samstarf og skipulag, 4. S-i. Ég held að það sem við getum gert núna til þess að í rauninni slökkva elda sé að vinna betur saman. Í framhaldinu þarf að sjálfsögðu stefnumótunin og skipulagið að fylgja. En eins og ég nefndi dæmin úr Dimmuborgum þar sem að það átti sér stað einfalt samtal. Það sást árangur af því. Og eins og ég sagði líka, samstarfið, það að segja samstarfið sem að
kom frá Cruise Iceland, eða það er að segja að Cruise Iceland kom að fyrra bragði til umhverfisyfirvalda, því ber að fagna og það er frábært skref í rauninni. Þannig að samstarfi getur verið í báðar áttir líka. Ég vildi bara taka þetta undir að því að nú þingmaður situr beint á móti mér. Það sem að Þóri var að koma inn á, það er þessi skipting af því að ég er í forsvari fyrir Skútustaðahrepp sem að Mývatnssveitin er nú í og auðvitað skiptir ferðaþjónustan gríðarlega miklu máli. En það er alveg ótrúlegt að horfa á peningastöðuna þegar maður veit allan að fjölda ferðamanna sem eru á svæðinu að það skuli ekki skilja meira eftir í sveitarkassan. Það skiptir okkur, hvað skiptir okkur mestu máli, sem er kannski ekki endilega það besta fyrir okkur. Það skiptir okkur mestu máli að það sé byggt sem mest, sem flestir fermetrar, skila sem mestu fasteignagjöldum og við höfum sem flesta útlendinga í vinnu sem því við flytjum lögheimilegir í sveitina. Þetta er ótrúleg staða. Já, heyrðu, það er nokkri hlutir eins og vanalega. Mirjam spyr hvað kostar þau í komu og þá ætla ég bara að vísa í skýrsluna sem hefur verið vísað til hérna áður og það er svona nokkuð heildarúttekt en mikið af þessu heita nú á hagfræðimáli útrið, þar að segja eru bara hreinlega ekkert reiknuð inn, til dæmis eins og mengun og annar. Áhugavert er að það hefur verið talað hérna, Anita, þú tókst saman tölur bein veltu áhrif, byggt á könnun Peter Wild sem settum borð í skipunum sem 2009 sýndi að hver farþegi skilaði 12.900 íslenskum krónum. 2014 skilaði hver farþegi af skipi 12.900 íslenskum krónum líka. Það er áhugavert, það getur verið vísbending margt, harðnandi samkeppni eða hvað það ég veit það ekki, en allavega svona er það. Þetta er bara staðreynd. Þetta geta eins og að verið bestu ferðalangarnir sem við höfum út frá stýringarmál sjónarmiðum. Þetta er rosalega stýrð tegund ferðamennsku, skemmtiferðaskipa. Þannig að það væri mjög æskilegt í raun að við myndum bara ná vel utan það og stýra þeim vel vegna þess að það eru tekjur af þeim, tekjur eins og ég sagði áðurlega áherslu aftur sem renna til þeirra sem þjónustu skipin og farþega þeirra og hafnana sem að taka mótið. Hins vegar ekki til sveitarfélagana. Þriðji og næstsíðasti punktur. Skipting tekjus ríkis og sveitarfélaga skiptir ofsalega máli. Það er náttúrulega úrlausnarefni þingmanna og annara sem að koma löggjöf en ég get vísað til rannsókna. Við greindum á síðustu 3 árum sem sagt hliðarreikningana sem voru unnir hér á þessu tímabili og gerðum nýja sem þetta er Kristi Frend og við hér rannsóknarmiðstöð ferðamála og ein myndin þar sýnir alveg svart á hvítu hvernig kostnaður sveitarfélaga af ferðaþjónustu fer að fara vaxandi versus ríkið sem sagt þeirra hluta súlunni stækkar. Það liggur alveg fyrir og núna vorum við nývið að fá upplýsingar inn í stjórnstöð veit ég af heildartölum og skattframtölum ferðaþjónustufyrirtækja sem Þórir fór með einhverju leyti held í náðan. Það er hins vegar ofsalega mikilvægt í þessu samhengi. Það sem við reyndum að benda hér á í haust við litlar vinsældir. Að það er tekjur sem að ferðaþjónustu skapast megum við ekki rugla saman tvennu. Það er að segja, gjaldeyristekjum af ferðaþjónustu sem atvinnuvegi og tekjum af erlendum gestum hér á landi. Og þegar menn að reikna sig í tekjur og gróða og annað slíkt, þá yfirleitt haldið í umræðinu á lofti heildar gjaldeyristekjum íslenska ferðaþjónustu. Sem eru vel á 300 milljarð ef ég man rétt. 60% af því stafar af neyslu erlendra ferðamanna hérna innanlands og það eru þær tekjur sem að við og eigum þá raunverulegan séns á að ná í sem þá hlutiltekna sveitarfélaginu og slíkt annað. Þetta er ofsalega mikilvægt. Þannig að menn með ekki gera sér of miklar væntingar og þessi umræði farið yfir líka í þessu skýrslugerðum okkar í tengslum við hliðarreikninga rýnina og liggja fyrir á netunum menn geta skoðað. Ég geti látið, svo kannski síðastu bara rétt að nefna það og við þurfum líka að hugsa mjög vandlega hvernig við ætlum að balansera fjárfestingu í innviðum og þjónustu innviðum, mannvirkjum, rútum og öðru slíku til að mæta stærstu skipadögum. Hvað menn fara upp Hörgárbrautina og sjá allar rúturnar hjá SBA sem standa núna og eru næstu í snjóaðri kaf? Hvað eru menn að vinna og tapa með því? Það er ákveðin jafnvægispunktur í þessu sem bara menn þurfa að reikna sér niður á og ég treysti fyrirtækjum sem að rekstraraðilum alveg vel til þess. En sem sagt, það er líka til að taka til umhugsunar fyrir sveitarfélög. Er það voru að leyfa þingmannum að svara, Höskuldur? Kæra þakki, ég ætlaði nú að vera bara og hlusta, en svo þegar tveir eru búinir að benda á innkeim, þá kannski verður maður aðeins að standa upp og ég ætla að reyna að útskýra. Þakka fyrir umræðuna og mjög
gaman að fylgjast með. Ég hitti sveitarstjórann í Mývatnssveit daginn og hann benti nú á að það væru vandkvæði varðandi tekjur og sveitarfélagi stæði ekki vel, sem væri svolítið ankannulegt í ljósi hins mikla ferðamannastraum sem að væri í Mývatnssveit. Það stafar nú kannski ekki bara af þessu tekjuskiptingu eins og komið inn á hérna áðan, heldur líka þeirri staðreynd að Skútustaðahreppur er svona á í rauninni afar lítið land, mest allt land í hreppnum kringum Mývatn er í eigu einkaaðila. Og þá komum við að því hvort að við eigum að láta sveitarfélögin hafa stærri hlutdeild af þeim tekjum sem að koma í ríkiskassan. Þá vil ég bara benda á þetta. Og það er ekki að ástæðulausu að Reykjavíkurborg er að leggja til að þessi tekjuskipting verði meira í hag sveitarfélaga. Vegna þess að langflestir ferðamenn koma til Reykjavíkur og langmestar tekjurnar verða til þar. Og það myndi þýða það að Reykjavíkurborg myndi fá miklu meira af tekjunum heldur en við sem að búum út á landi. Það væri miklu verri skipting heldur en í dag. Og ég er þeirra skoðunar að ríkið eigi að innheimta þessa og sjá svo til þess að innviðauppbygging og annað eigi sér stað út á landi. Ég skal alveg vera fyrsti maður til að viðurkenna að við erum aðeins á eftir. Það er eins og gengur. Við höfum nú verið að glíma við ýmis mál inn á Alþingi og reyna að tryggja fjármagn í heilbrigðisþjónustu og velferðarkerfi og reynt að forgangsraða í þágu þeirra sem að minna mega sín í samfélaginu. En það er komið stjórnstöð ferðamálum. Innviðafrumvarpið er inni minni nefnd og við munum væntanlega annaðhvort ljúka því núna í þessari viku eða næstu. Ég held að það hjálpi. Við erum að setja fjármagn í uppbyggingu á ferðamannastöðum. En svo þegar kemur að því að ákveða hvernig við ætlum að fá tekjurnar, þá vandast málum. Ferðamannapassin til dæmis. Af því að þar var hugmyndin eins og kom fram og ágætlega að þeir borga sem njóta. Það var hugsunin með ferðamannapassan. En það var engin, hvað segir maður? Það var engin sátt ferðamannapassan. Þá fyrir við að í gistinóttagjald. En það sanngjarnt að þeir sem að kaupa sér gistingu borgir, það er engin sátt það heldur. Leggja álögur á flugfarinu, það heldur engin sátt það. Þetta er vandasöm verkefni og úrlausnin býður okkar inn á þingi og við þurfum að taka ákvarðanir. Það leggja álögur á bílastæði og annað og slík gjaldtengda hefur byrjað til dæmis á þingvöldum, en það er ekki ekkert eins og margt annað. En það er bara eitt af okkur. Ég hef bara útskipt svona hvernig staðan er. Það er eitt af okkur. Og þá ætla ég að leyfa mér að tala fyrir hönd allra þingmanna. Ég hef ekki heyrt einasta mann tala ferðaþjónustuna niður, ekki einasta. Ég hef ekki heyrt einasta mann fara neikvæðum orðum ferðamennsku á Íslandi inn á Alþingi. Ég held að það sé alveg saman í hvað fólk í stundum. Við erum bara að auka ferðaþjónustuna og tryggja langt fram. Það er mikilvægt og ferðaþjónustuna mikið í kringum. Það var eitt að lokum frá Þóri, síðan verðum við að komast í mat. Ég verða að veita þingmannum ansvar. Markmiðið með kostnaðar- og ábatagreiningu er ekki það að finna það út að Reykjavík hafi raun og veru of litla tekjur og þurfa að fá meira úr ríkinu. Ég hugsa að niðurstaðan verður frekar á hinn veginn. Hugmyndin kviknaði þegar að borgin var að kvarta yfir því að þeir hefðu svo mikið kostnaðarferðamenn. Ferðamenn sem verið fyrir sundlaugarnar, nota strætó, meiri sorp og svo framvegis. Þá kom fram þessi hugmynd að gera kostnaðar- og ábatagreiningu til að sýna það svart á hvítu hver er kostnaður sveitarfélagsins af ferðamönnum sem að heimsækja borgina og hver er ábatinn. Í mínum huga er það alveg skýrt. Ábatinn er miklu meiri, þannig ég á ekki von á því að Reykjavíkurborg fái með þessu meira úr sameiginlegum sjóðum okkar. Það eru frekar litlu sveitarfélagi. Varðandi ummæli þingmanna, ég skal bara sýna þér að Höskuldur, það er alveg nokkra blaðagreinar undanfarið. Takk fyrir. Við getum haldið áfram á eftir í síðasta pallborðinu en ég þakka fyrirlesurunum fyrir góð erindi